Ég flutti Kaupmannahafnar í nám Og ég ennþá staddur hér á Íslandi. og okkur datt í hug að gera smá óvísindalegan samanburð á milli landa á því hver lyfjakostnaður fyrir fólk á þrítugsaldri. Við ætlum að kaupa í matinn, fara á barinn og grípa með okkur skyndibita. Í fyrsta lagi það lasagna með hakki, Við ætlum að kaupa í eðlu snakkrétturinn eðla. og vín með matnum. Kíkjum fyrst í bónus. Netto. Lasagna, Lasagna, sósan í lasagna, nachos, salsasósa. ekki kaupa stóra krukku. Katrín, þú keyptir 750 grömm af lauk. Laukur, Hérna finn ég bara 500 grömm á Íslandi, hálft kíló af sveppum, sveppir, 100% íslenskt ungnautahakk, rjómaostur, rifinn ostur, kótasæla, kótasæla. Það síðasta sem okkur vantar úr þessari búð klósettpappír, svo förum við og kaupum rauðvín, bjór og kebab. Þetta kostaði 202,30 krónur danskar, 3.374. 4.917 krónur sem töluvert dýrara heldur en hjá Katrín út í Kaupmannahöfn og við eigum ennþá eftir að kaupa okkur rauðvínsflösku. Ein svellköld flaska af þessu forláta Barefoot Merlot rauðvíni kostar hér í vínbúðinni 699 krónur. Það tvöfalt dýrara heldur en út í Kaupmannahöfn. Djöfull munar. Falafel ein ódýrasta máltíð sem þú getur orðið út hér í Reykjavík. Falafel hér í Kaupmannahöfn kostar 35 danskar krónur en það samsvarar 583 krónum í dag á Íslandi. Á mandi kostar hann 1100 krónur sem ekki mikið miðað við mat á Íslandi en þó töluvert dýrara heldur en út í Kaupmannahöfn. En hér miðsvæðis á þessum bar erum við með bjór og krana sem kostar 49 danskar krónur eða 817 krónur. Hingað mættur einn alveg skítkaldur félagi á 1150 krónur.